Komiði sæl, þetta annar þáttur af pólitíkinni, nýjum hlaðvarpsþætti stjórnmál og samfélagsmál og eins og síðast þá verður ekki hjá því komist að ræða áfram stöðuna í þjóðfélaginu, þetta gjörningaveður sem skollið á vegna COVID-19 veirunar. Nú hafa því miður borist fregnar af því að fleiri hafi látist vegna sjúkdómsins, þar á meðal hjón. Þetta þær sorgarfréttir sem stinga okkur verst og til allra hamingju þá eru líka góða fréttir. Við erum að fá líka fréttir af fólki sem að batna og bara síðast í dag frétt af sjúklingi sem að losnaði úr öndunarvél og við þökkum fyrir það. Við eigum öflugt sóttvarnateymi og heilbrigðisyfirvöld sem stýra því best sem að snýr að heilsu fólks og hafa á því allt vit. Þannig að við hér í þessum þætti ætlum að beina sjónum okkar því að efnahagsmálunum að þessum sinni sem nú annar fylgifiskur þessa ástands og það þarf ekki rekja það í löngu máli að það hefur ekki bara hægst á hjólum atvinnulífsins, þau hafa hreinlega stoppað víða hjá stórfyrirtækjum og eins í greinum sem við lítum til sem burðarása í þessu þjóðfélagi. Alþjóðaflugvöllurinn í Keflavík nánast mannlaus og atvinnuleysi vex hratt þar á svæðinu. Og við þetta allt saman bætist að spenna á vinnumarkaði vegna lausra samningar, sér í lagi hjá hjúkrunarfræðingum og svo gekk á með afsögnum hjá ASÍ í vikunni en ASÍ hafnaði málaleitan samtaka atvinnulífsins að leita leiða til að draga tímabundið úr launakostnaði fyrirtækja. Hver hefði trúað því að maður ætti að lesa annan eins inngang? En til að reyna að skilja stöðuna og gefa okkur líka smá von. Höfum fengið hingað góða gesti, Ásdísi Kristjánsdóttur, forstöðumann Efnahagsviðs SA og Óla Björn Kárason, formann Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Velkomin bæði tvö. Takk. Takk fyrir. Bjarni Benediktsson nefndi það í fyrirspurnartíma á Alþingi í gær, held ég frekar fyrir að daga, við værum stödd í einhvers konar þoku. Það mikil óvissa og staðan væri að versna hraðar en hann hefði viljað vona og fjármálaráðherra útilokar ekki frekari aðgerðir af hálfu hins opinbera. Hvernig blasir þetta framhald við ykkur, Ásdís, ef þú byrjar? Já, ég tek nú alveg undir það með það sem Bjarni sagði á þinginu í gær. Þetta útlitið svona þokukennt. Við vitum í raun ekki hvenær við náum lendingu. Þannig að má í raun segja að þetta sé eins og hagkerfið okkar sé í frjálsu falli vegna þess að það í raun bara nánast búið að stöðva framleiðsluna í landinu í næstum öllum geirum, ef svo má segja, auðvitað ákveðnir atvinnugreinar ennþá gangandi en svona heilt yfir. Þannig að þetta grafalvarleg staða og ég held að það finna það allir og auðvitað bara sjáum með því að líta út í gluggann að það lítið umferð og allir bara heima hjá sér. En auðvitað samt sem ári þetta kostnaður sem við þurfum auðvitað að horfast í augu við vegna þess að þetta það sem þarf að gera til að tryggja að heilbrigðiskerfið okkar og að við komist í gegnum þetta og þetta þetta bara faraldur sem að ganga hérna yfir. Við hjá Samtökum atvinnulífsins vorum mjög, má segja, bara jákvæðingar þeirra aðgerða sem var gripið til strax í kjölfarið og teljum að þetta hafi bæði verið trúverðugur pakki og tímabær og það var auðvitað búið að segja það þeir gengið gert meira en minna en nú auðvitað staðan bara búin að versna dag frá degi og ég held að staðan sé bara þannig að við verðum því fyrir því betra að koma með enn stærri pakka, það þarf að styðja við fyrirtækin í gegnum þetta. Við erum að sjá það að það mörg fyrirtæki sem með engar tekjur, önnur sem að sjá upp á 60, 70, 80% samdrátt, þetta eitthvað sem við höfum aldrei séð áður og ég hef nú verið að sitja hér með vinnufélögum mínum að búa til sviðsmyndir, reyna að átta mig á því hvert höggi verður í efnahagslífinu og þá má ég raun segja að það ekkert líkan sem grípur þetta, þannig að þetta ástand sem við sjáum ekki nema á stríðstímum ef svo má segja og enda verið að líka þessu við hálfgert stríðsástand. Þannig að þetta bara mjög furðulegir og skringilegir tímar má segja. Óli, þetta öðruvísi heldur en til dæmis þessi kreppa sem við upplifum síðast að því leitum til að þá þetta hélt einhver starfsemi áfram, nú hún bara stopp. Nei, þetta ekki bara allt öðruvísi heldur en í fjármálahruninu 2008. Þetta allt annað líka heldur en á stríðstímum vegna þess að á stríðstímum erum við samt sem áður að reyna að örva efnahagslífið og halda því gangandi.
Stjórnvöld í rauninni að reyna að keyra alla athafnasemi einstaklinga og fyrirtækja niður. Eiginlega bara slökkva á samfélaginu til þess að ná tökum á þessari óværu sem ógnar okkur. Þar af leiðandi búið að eiginlega kippa öllum lögmálum hagfræðinar úr sambandi og þessum tímabili sem að við vonum að verði eins stutt og hægt að þá verðum við að tryggja það að heimilin og fyrirtækin geti lifað af. Og það getur enginn farið í grafgötu með það að þær fyrstu aðgerðir sem gripið hefur verið til frá hendi stjórnvalda, ríkissjóðs og annars vegar og Seðlabanka hins vegar geta ekki verið annað heldur en bara svona fyrsti kafli í þeim varnarleik sem við erum í. Og það alveg augljóst í mínum huga að við keyptum okkur svona pínlítið skjól núna í þessum aðgerðum. Einmitt til aðeins að reyna að skyggnast í gegnum þokuna, sjá svona, reyna átt okkur betur á stöðinu og ég held að það hefur verið skynsamlegt. En núna þurfum við að bretta upp ermar og það þarf að gera miklu, miklu meira. Það einmitt það. Og þú hefur verið að vinna við þennan bandorm og við erum búin að sjá að það eru 1 mánaðamót að baki og mér skilst til dæmis að hlutabætur hafi, eins og til dæmis hjá Icelandair þá það hálfu mánuðurinn. Þannig að við erum ekki farin að sjá mánaðamótin þar sem að þetta allur mánuðurinn og þú ert að segja að við þurfum að gera miklu, miklu meira. Já, þetta ekki bara spurningin laun og greiðslu launa, þetta líka fyrirtæki þurfa að standa hér skil til dæmis næstkomandi mánudag, 7. apríl á mjög háum greiðslu vegna virðisaukaskatts og það mun reynast mjög mörgum fyrirtækjum ókleift, öðrum mjög erfitt en önnur sem betur fer verða líklegast í stakk búin til að standa fullt skil á því og þess vegna bjuggum við til ákveðið mekanisma til að hjálpa fyrirtækjum í gegnum það en það var bara tímabundið skjól og við þurfum að tækla og taka þann kaleik núna strax eftir páska. Hlutabóta eða hlutastarfaleiðin er margan hátt mjög góð. Við stöndum hins vegar frammi fyrir því að það þarf að framleggja hana. Ég held að það sé líka svo mikilvægt að við séum bara segjum hlutina líka eins og þeir eru og séum ekki að fela neitt. Við erum að ýta stóru hluta vandanum undan okkur. Þetta er svona snjóbolti sem við ýtum, keyptum okkur skjól þannig, reynum að átta okkur á stöðinni, en snjóbolti stækkar alltaf. Og við þurfum að horfast í augu við það að einhvern tímann þurfum við að takast á við þennan snjóbolta eða snjóhengju sem við erum búin að búa til. Og stór hluta þessu þetta í formi skatttekna og opinberra gjalda sem að fyrirtækja sem búið að gefa þeim skjól. Þetta verður aldrei greitt. Og við þurfum að fara að átta okkur á því að það þá kannski getum við farið að velta því fyrir okkur hvort það sé þá ekki bara skynsamlegra til þess að gefa líka starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja eitthvað komfort ekki bara ýta vandanum undan sér, heldur að þeir sjáu að við ætlum ekki að búa til fyrirtæki hér sem eru lífvænleg en eru einhvers konar zombie fyrirtæki hafa enga burði til að gera eitt eða neitt þegar það rófar til vegna þess að þeir eru skuldum vafin annars vegar opinberum gjöldum og hins vegar skuldum í bankakerfinu. Þannig samfélag getum við ekki búið til. Við þurfum einmitt að fara að huga líka að því að hvernig ætlum við að ná viðspyrnunni þegar það kemur. Þessi aðgerðapakki til viðbótar við fjárfestingaátaki, þetta eins og hefur verið sagt umfangsmestu efnahagsaðgerðir sem hefur farið í, ekki bara lýðveldistímanum heldur áður. Með þetta sem þið segja, hvað það þá sem að út af stendur, hvað þarf að gera og hvað getur það kosta? Ásdís, þú það bara með óskalistan frá þessa? Ég kom með óskalista atvinnulífsins. Nei, ég tek alveg undir það sem Óli Björn nefnilega að segja. Það sem að fyrsti aðgerðapakkin snerist var í raun voru við ekki eins, eða útlitið ekki eins svart eins og í dag.
og ástæð fyrir því að maður svona verður alltaf óttasleiknar en bara með hverju deginum og við erum að sjá erlenda skammtíma hagvísa sem að bara eru lóðbeint niður. Ég meina atvinnuleysistölur, þetta eitthvað sem við höfum ekki séð síðan í seinni heimsstyrjöldinni, hvort sem við erum að horfa til Bandaríkjanna, Bretlands eða Norðurlandana. Þannig að þetta bara, við bara vitum það og sjáum að þetta þessir vísar sem við erum að sjá erlendis munum við fljótlega fara að sjá hér á Íslandi. Þannig að nú þetta sá aðgerðapakki sem leit dagsins ljós hér fyrir 2 viku síðan, var auðvitað bara til svona eins að komast yfir hérna mánaðamótin og svona komum við fyrsta pakka, en það voru stjórnvöld mjög skýr, við munum þurfa að koma frekari aðgerðir. Og það það sem við erum að bíða eftir núna vegna þess að fyrsti aðgerðapakkinn var auðvitað hlutabótaleiðin var rosalega mikilvæg til að fyrirtæki gætu sett starfsfólki sitt í skert starfshlutfall en samt að starfsmenn gætu svona fengið svona næstum því full laun greidd. En hins vegar snéru hinar aðgerðirnar allar að því að fresta greiðslum, þannig eða að tryggja hinn svokölluðu brúarlán. Þannig að það auðvitað ekkert annað en bara að auka skuldir eða skuldsetningu atvinnulífsins. En þegar tekjurnar eru engar, þá auðvitað mjög erfitt að komast í gegnum þetta áfram næstu mánuði og vera bara of skuldsett til að hafa kraftinn til að vaxa á ný. Þannig að næsti aðgerðapakki getur ekki verið í svipuðu form. Við getum ekki haldið áfram að fresta opinberum gjöldum, tryggja frekari lánafyrirgreiðslur. Ég held að það sé alveg komið, þannig séð. Og sko, Seðlabankinn hefur auðvitað líka tryggt nægt lausafé í bankakerfinu til að útlánageta þeirra hefur aukist verulega 100 milljarða. Þannig að það komið. Nú þurfum við að horfa á það og fókusera á það hvernig við getum stutt við þessi fyrirtæki. Og þetta auðvitað þau fyrirtæki sem að lenda í þessu mikla höggi. Verulega 20% tekju samdráttur, þá þetta í formi einhvers konar, þetta bara bein greiðslur. Það þarf að horfa á fastakostnaðinn, getum við eitthvað að liðka fyrir þar, getur ríkið komið þar til móts við þennan fastakostnað sem fyrirtæki þurfa að standa undir. Svo hugsa ég eins og til að mynda, við erum að horfa auðvitað til þess sem að gerast erlendis. Danir hafa svolítið farið í þessa leið og Norðmenn og fleiri. Að ríki hefur stigið inn og í raun eins og í Danmörku ríkið að greiða alltaf 80% af föstum kostnaði fyrirtækja gegn því að þetta fyrirtæki sem hafa lent í verulegu, ég held að við 40 eða 50% tekju tapi eða tekju samdrætti og auðvitað önnur sem geta jafnvel ekki verið starfandi í þessu umhverfi. Nú svo líka höfum við til dæmis horft á það sem Bretar eru að gera og þar hafa þeir farið í, þetta svona eins konar hlutabótaleið nema hvað að eins og til dæmis horfum að núna, það eru fyrirtæki sem eru með 0 tekjur en þurfa samt sem ára að greiða 25% laun til starfsmanna sinna. En það engin starfsemi eða engar tekjur að koma inn, þannig að það rosalega þungt fyrir fyrirtæki að borga þó þessi 25%. Þannig að eins og til dæmis í Bretlandi hafa þau horft á það ef að fyrirtæki hafa lent í meiri 80% samdrætti, að þá ríkið að borga laun starfsmanna alveg upp á 80% eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að fara að horfa á einhver svona leiðir. Það blasir alveg við, því miður, þetta auðvitað sérkennileg staða en þá líka erum við að fara að horfa á svona skrýtnara aðgerðir á sama tíma. Það þarf að styðja við fyrirtækin í gegnum þetta eru bara hamfarir sem við erum að gangi í gegnum. Það þarf að tryggja það og styðja þessi lífmannlegu fyrirtæki þannig að þau séu þó til staðar þegar þetta allt yfir staði. Það eitthvað svona sem að þið eru farin að skoða, Óli, í þinni nefnd? Já, ég held nú að fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson formaður okkar hafi nú lýst yfir á Alþingi síðastliðinn fimmtudag að eitt af því sem að kæmi vissulega til greina væru beinar greiðslur til fyrirtækja og það ekkert óeðlilegt fyrirtæki hafa lokað hér. Í rauninni það framlag þeirra í baráttunni við þessa heilsuvá samkvæmt ákvörðun í rauninni heilbrigðisyfirvalda. Þessi fyrirtæki hafi ekki unnið neitt sér til sakar, Þannig að það ekkert óeðlilegt að við séum að koma til móts við þau með beinum fjárframlögum. Þegar ég horfi hins vegar á svona aðgerðir annarra ríkisstjórna og Seðlabanka, að því ég hef verið pínulítið upptekinn að reyna að átta mig á því, að þá vekur það athygli mína hversu
og það ánægilegt kannski, hversu mikla áherslu allar ríkisstjórnir frá Kanada til Bandaríkjanna, Bretlandi, öll Norðurlöndin, Þýskaland leggja á að styðja með beinum hætti, með margvíslegum hætti við lítil og meðalstór fyrirtæki. Vegna þess að menn gera sér bara grein fyrir því að burðarvirki í efnahagsstarfsemi allra landa eru lítil og meðalstór fyrirtæki. Svo eru þetta risa fyrirtæki allstaðar sem að þar kannski með einhverjum hætti að koma að, en það er ekki gert með einhverjum almennum aðgerðum sem að heiti getur. Mér finnst líka eitt ríkið þarf að taka á sig og sigla í gegnum þetta með atvinnulífinu. Það er alveg augljóst. Og það þetta hefur burðið til þess vegna hversu vel hefur tekist til við mögum ekki gleyma því. Það hefði verið ömurlegt að hafa hér ríkissjóð sem væri yfir skuldsettur, þá værum við í miklu verri málum. Við erum í þó þokkalegu málum og miklu betri málum heldur mjög margar aðrar þjóðir til að takast á við þennan djöful út af því hvernig til hefur tekist hér í ríkisfjármálum frá árinu 2013. En mér finnst líka að menn megi ekki gleyma því hversu mikilvægu hlutverki bankarnir og bankakerfið leikur í þessum hildarleik. Nú reynir á íslensku bankana og ég ætlast til þess að íslenski bankar standi núna með sínum viðskiptavinum og ég hef orðað þetta þannig að þetta sé einhvers konar prófsteinn fyrir íslenska bankakerfið. Þetta tækifæri bankakerfisins, fjármálakerfisins til að endurheimta þetta nauðsynlega traust sem þarf að ríkja á íslensku fjármálakerfi. Ég ætla einmitt að spyrja þetta. Þetta hefur verið krafan frá stjórnvöldum að bankarnir noti meðgjöfina sem þeir hafa fengið til þess að veita sínum viðskiptamönnum skjól og stuðning á þessum tíma. Það er eitthvað farið að glitta í það sem þeir eru að gera, maður sér þetta á heimasíðum bankana, en hvað finnst ykkur um það? Það er búið að, eins og Ásdís var að nefna það, það er búið að gefa þeim svigrúm til þess að auka útlán hér alveg gríðarlega. Þannig að og stýrivextir hafa hér lækkað og það er verið að taka hér enn stærri skref í að aflétta hér gjöldum á bankakerfið með því að minnst að flýta lækkun bankaskattsins sem að hefur verið íþyngjandi ekki fyrir bankana sérstaklega heldur aðalega fyrir viðskiptavinni bankana, menn gleyma því alltaf, fyrir fyrirtækinu og heimilin. Og við erum að sjá að bankarnir hafa verið að stíga töluverð mikilvæg skref í átt að því að lækka vexti. Þannig að við höfum séð vaxta umhverfi hér allt annað heldur við höfum vanist áður. Hvort heldur í lánum til heimilanna eða til fyrirtækja. En það er ekki nóg, Það er ekki nóg og það þarf að gera meira. Einhverja afskriftir vantarlega? Jú, það er alveg örugt. Það er ekki ástæðulaus að það er verið að taka ákvörðun það að ríkið veiti alltaf 70% ábyrgð á lánum til fyrirtækja. Þannig að menn gera sig þetta alveg grein fyrir því við hvað er að klíma og það eru líkur á því að hluti af þeim lánum sem fara út í atvinnulífið til að halda súrefninu út í atvinnulífinu muni glatast. Ásdís, ertu sammála Óla þetta tækifæri til að endurheimta traustið að fullu sem tapaðist fyrir áratug síðan? Ég meina bankarnir eru auðvitað gegna mjög mikilvæg hlutverki núna en á endanum er þetta alltaf business. Bankarnir eiga ekki að veita lán ef þau vita að það verði ekki, bara vitandi það að þau munu aldrei fá það greitt tilbaka, auðvitað. En á móti kemur þá er heldur ekki gott fyrir bankana að vera of áhættufælin í þessu ástandi vegna þess að þau vilja heldur ekki fá öll fyrirtækin í fangið. Þú veist að öll lánin verða afskrifuð. Þú verður auðvitað að vega og meta hvernig staðan en þess vegna skiptir öllu máli að ríki kom inn með þessa ábyrgð á móti. Þannig eru þetta verið að draga úr þeirri áhættu sem bankakerfið á að bera.
Þannig að ríkið eru auðvitað að taka mjög mikla áhættu þarna með fyrirtækjum og fólkinu í landinu. Þannig að það var auðvitað mjög mikilvægt skref, annars hefði þetta verið mun erfiðara viðfangsefni. En það sem líka kannski finnst mér skynsamlegt í þessu að það eru bankanir sem taka ákvörðun það hverjir fá brúarlán og hvaða fyrirtæki fá brúarlán og hvaða fyrirtæki fá ekki brúarlán. Og það eru bankanir sem þekki sína viðskiptamenn best. Við vitum það öll að við getum ekki hjálpað öllum. Við verðum, en fókusin verður hins vegar að vera á að hjálpa þeim fyrirtækjum sem núna í tímabundinni lausafjárkrísu, lífvænleg fyrirtæki sem við viljum sjá að muni vera hér til staðar þegar þessu lýkur. Og þá þetta algjörlega rétt að það séu bankanir sem þekki sína viðskiptamenn sem taka ákvörðun það hverjir fá sér lán og hverjir ekki. Mér langar líka að spyrja það aðeins út af þessu. Nú þessi staða sem þið eru að lýsa, þetta bara bikar sem engin stjórnmálamaður, að minnsta kosti hægra megin við miðju, vill rauninni teiga, að þurfa að fara allt inn að skipta sér að markanum og ákveða ykkur aðgerðir, mögulega hver á lifa, hver á deyja og allt þetta. En það þetta ekki til vinsælda fallið, hvorki, alla að minnsta kosti ekki til skemmri tíma litið. Þetta eru erfiðar ákvarðanir sem að þurfa að taka. En það svona kannski gagnrýni úr samfélaginu líka hefur komið á, ég ekki að tala einstakt fyrirtæki, bara tala almennt, á mörg stór fyrirtæki sem hafa haft það mjög gott á síðustu árum og greitt mikinn hagnað og eru svo núna kannski með þeim fyrstu að gefa sig upp í miklum uppsögnum og inn í þessi úrræði að fólk að segja, akkur söfnuð þið ekki ykkur á sjóði, akkur þið ekki betri í stakk búi núna á þessum tímapunkti, hafandi staðið ykkur vel á síðustu árum og hafa geta gert þetta. Auðvitað með að fyrirtæki hagnast og greiða það er enginn að sitja út af það. En þetta samt ákveðið sjónarmið að þegar maður í sveiflukenndum geira þá verður maður að hafa eitthvað í sjóðum til að mæta niðursveiflunni og mögurárunum. Ég meina, það ekki sjálfsögð krafa svona á tímum samfélagsábyrgðar líka til atvinnulífsins? Jú, ég held að þessi fyrirtæki eru auðvitað að ganga á sjóði sína. Það ekki nóg bara, ég meina, ef þú ert í ferðaþjónustunni, þá ertu með starfsmenn í vinnu en það engin kunni að koma. Þannig að svo koma þessi úrræði og þeir boðið, þú getur kosið það að starfsfólki þitt vinni 25%, 50% eftir því hvað mikið að gera og þau getur þá farið á atvinnuleysisbætur á móti. Þannig að þú sért þó með fyrirtæki þegar þessu lýkur, en staðan bara þannig. Það veit enginn hvenær þessu mun ljúka. Þannig að það líka kannski þetta svo kannski óþægilegt líka að vera í rekstri og horfa á tekjunin að vera 0 og þú veist í raun ekki hvenær þessu mun ljúka og það enginn sem getur sagt okkur það eða mun þessu ljúka núna fyrir sumar eða mun það koma aftur upp í haust. Þannig að það kannski líka að minnsta kosti ef ég var í rekstri þá myndi það ætti með þægilega að vera með slíkan sjóð en líka þetta þarftu bara að skoða þau úrræði sem í boði og ef að þú til dæmis ert að uppfylla öll þau skilyrði sem til þar og getur nýttir þessi úrræði þá heldur ég að það sé mjög eðlilegt en það auðvitað líka í öllum þessum tillögum og eins og ég var að koma með þennan óskalista áðan að það sem kannski, við getum komið með alls konar hugmyndir og sagt þið gera þetta, þið gera hitt en ég held að það sem flóknast við þetta að reyna að ramma þetta þannig inn að við séum að tryggja það að það séu þau fyrirtæki sem sannarlega þurfa á hjálp að halda fá þessa hjálp en ekki þannig að það séu bara aðrir að nýta sér þessa stöðu. Horfum aðeins til heimilanna. Maður farin að heyra svona 10 ára gamlan svona, ég veit ekki hvað söng eða eitthvað svona, fólk með þetta í sínu líkamsminni það sem þá gerðist og fólk mikið núna fara að ræða gjaldmiðilinn og þið eru nú vel skóluð í hagfræði og það getur oft verið svolítið snúið fyrir okkur sem erum aðeins minna skóluð í þessum fræðum að átta sig oft á samspili ólíkara gjaldmiðla og hvernig hlutinni ganga þar. Hvernig sýnist ykkur það teikna sig? Þetta núna óleitt að þýleitum til að það bara situr öll heimsbyggðin í súpunni. Einhver ástæða fyrir okkur til að halda það að við séum þá einhvern veginn að þvíleitunum til að fara einhvern veginn verr út úr þessu eða, þú veist, út frá lánamálum, út frá verðtryggingu og öllum þessum pakka. Hvað getið þið sagt okkur um það? Óli, ef þú byrjar.
Það enga vísbendingar það að það muni reyna hér á til dæmis einhvern verðbólgu eða að fólk þurfa að hafa miklar áhyggjur á því að lán sem eru tengt vísitölu hækki hér með einhverju þeim hætti sem var hér áður. Og voru á vísu gengisbundnu lánin sem kannski ollu mestu erfiðleikunum hér fyrir 10-12 árum. Það eru líka, ef þú horfir bara á svona þrýstingin á verðlaga þá hann líka niður og við frekar sko. Þannig að það gæti nú verið óskynsamlegt að jafnvel að kippa vísitölunum úr sambandi að því leyti. En svo þetta ekki bara einhvern svona, þetta ekki svona einhvern takki sem við taka úr sambandi og halda að það hafi engar afleiðingar neinstar annars staðar í samfélaginu sko. Ég spyr, ætla menn þá að kippa óverðtryggðum vöxtum sem eru orðin mjög algeng form hér og hefur verið krafa hér að heimilum standi til boða óverðtryggð lán. Ég meina óverðtryggð lán hækka ef að verðlag hækka sko, vextir á þeim, alveg með sama hættu og vísitölubundin og til lengri tíma þetta kannski jafnvel svipa þó að áhættan sé kannski meiri óverðtryggðu lánum fyrir lánveitandan og ætti þar alveg að vera örlítið hærra hérna. Ég held að ég fer alltaf í vörn og hef alltaf áhyggjur þegar að koma fram stjórnmálamenn eða hagfræðingar með töfralausnir eins og það til dæmis að setja þak eða kippa vísitölu samband og svo framvegis. Þetta eru bara svona fiffir í lausnir sem munu bara auka vandan þegar til lengri tíma litið. Og það sannlega góð samtíð kannski frá? Og ætla nú bara að vitna, ég held ég megi bara vitna í orð seðlabankastjóra sem sagði einhvers staðar, já hvaða lönd hafa nú verið að fikta í þessu? Það til dæmis Argentína. Ég held nefnilega að þetta stórhættulegt ef við værum eitthvað að fara að fikta í þessu, að vera að fikta svona í fjármálamörkuðunum og lánasamningum, en svo líka kannski annað að þetta allt önnur staða heldur en var fyrir rúmlega áratug síðan og sem betur fer höfum við nýtt síðust ári að búa í haginn. Stjórnvöld skulda minna, Seðlabankinn með 900 milljarða gjaldeyrisvaraforða og heimili og fyrirtæki að vera greiðinu skuldir. Þannig að þetta mun sjálfbærari staða og það ekkert sem bendir til þess að krónan sé að fara að veikjast eitthvað verulega og við sjáum það bara þrátt fyrir allt sem á hefur gengið núna að þá hefur krónan, hún hefur alveg veikst hvað 10-12%. Seðlabankinn hefur lítið þurft að grípa inn í samt sem áður. Og maður hefði nú haldið að það hefði verið meira högg svona að minnstakosti ef að staðan á efnahagsreikningum okkar hefði verið svipar og var hér fyrir rúmlega áratug síðan. Og það bara svo sterk vísbending, þetta svo vísbending þess efni sem sýnir hvað við erum með sterkar undirstöður. Og ég tek alveg undir það sem Óli Björn sagði á hann, ef maður horfir svona á verðbólguna og einhvern hugsanlega verðbólguþrýsting, þá sé ég ekki alveg hvaðan hann á að koma. Kannski einhver gengisveikingu eftir að skila sér í matvörur eða einhverjar neysluvörur, en svo að fara að sjá líklega algjört frost á húsnæðismarkaði, olían að lækka í verði. Það er engin eftirspurna þrýstingur í kerfinu, þannig að að mínu mati þetta eitthvað sem við eigum ekki svona að vera að ræða núna, þetta ekki ágefni og ekki bara frekar fókusur á þar sem vandinn liggur heldur en að vera eitthvað að tala hvort að frysta verðtrygginguna ekki, minnst þetta bara galin umræða. En svo það bara aðeins svona út af almenningi, ég var nú að segja það sko því ég nú giftur flugþjóni og þetta þá kemur bara strax núna við heimilið, en ég sagði að þetta nú eiginlega svona að því gefnum að nú bara haldi grunnframfærslunni svona í sæmilega jafnvægi, þá var þetta eiginlega að því leitum til besti tíminn til að vera blankur, en það enginn annar að fara til útlanda, við þurfum ekki að vera í allt sumar að horfa á vinina í Víetnam og fólk á veitingastöðum eða eitthvað skilur, þannig að þetta bara gamla máltæki sko sælir sameiginlega eint, þannig að við erum svo sem öll á þeirri skútu sko. En förum aðeins núna og snúum okkur að vinnumarkaðnum. Staðan hefur nú sjaldan verið einhvern veginn eins flókin þar eins og við annars staðar, og eins og ég nefndi inngangi það ósamið við ýmsa hópa og svo eru launahækkanir annarra í burðarliðnum og sama tíma og framleiðslan að minnka eins og þið eru búin að lýsa mjög vel. Og það hefur ekki nást þessi samstaða við ASÍ að lækka launaliðin vegna þessa ástands og það verður klofningur núna í vikunni
en gangur miðstjórn og það greinilega erfið staða þar uppi. Ásdís, getur svona gefið okkur raunsætt mat á því hvernig staðan og hvað við erum að fara að sjá næstu dag og vikur bara á vinnumarkaði? Já, sko eins og staðan núna þá eru laun að fara að hækka hér eins galið og það með við stöðuna sem við erum í. Fyrirtæki þurfa að horfa upp á það að launakostnaður þeirra að fara að hækka. Við erum að með, þetta fyrir eftir því auðvitað hvernig laun á hverjum stað, en þetta verulega fjárhæðir, þetta einhverju 4 milljarðar á mánuði, 50 milljarðar á ári, ofan í samdrátt í hagkerfinu okkar sem verður örugglega upp á 10% hið mesta, eða líklega svona í kringum 10%, með svona sem ég að sjá og þær sviðsmyndir sem við erum að vinna með. Þannig að þetta auðvitað mjög snúin staða og ég held að ef það blasir við að fyrirtæki muni eiga erfitt með að mæta þessum launakostnaði og þá auðvitað bara tvennt í stöðinu annarkvort að hækka verðlag og það nú erfitt þegar það nánast engin eftirspurn. Eins og þú segir, við sitjum öll heima og gerum lítið annað en kannski að panta okkur matvörur á netinu. Og svo hitt þá að grípa til hagræðinga og þá auðvitað þurfa því miður fyrirtæki að segja upp fólki. Þannig að það sem við óttumst að þarna í raun við erum í raun að horfa upp á það að það verði enn frekari uppsagnir út af þessu. Þetta bara staðan svo grafalvarleg í hagkerfinu okkar og það að fyrirtæki sé að fá launahækkanir ofan í þessa stöðu auðvitað bara hrikalegt og bara mjög erfitt. Flest fyrirtæki í dag eiga bara mjög erfitt með að mæta þessum kostnaði. Myndi það breyta miklu til dæmis að fresta þeim fram á haustið? Væri það, eða þarf það að vera út árið? Hvað ég að segja með það? Þetta eru 4 milljarðar á mánuði, þannig að það breyti þó því og þegar við erum í svona algjöru stoppi, þá bara breytir það öllu að fresta slíkum launahækkunum og svo þetta bara hægt að taka stöðuna mínu mati í haust. Erum við ennþá á sama stað? Við vitum það ekki. Þannig að það held ég að sé staðan. Erum við ekki núna bara, við erum öll að reyna að svona slökkva elda, reyna að komast yfir þetta. Ja, það mjög skrítið samt að hlusta á það úr samfélaginu, að það einhvern veginn verið einhvers hér að tala þetta eins og allt sé einhvern veginn með feldu, sko. Já, ég veit það ekki. Ég held að maður ættu líka að spyrja sjálf sig á því hvort að það sé eðlilegt að það séu bara launafólk á almennu vinnumarkaði sem að þarf að taka þessa ákvörðun að sætta sig við að ýta kjarasamningum eða hækkunum kjarasamninga eitthvað fram í tíman sem mjög eðlilegt. Það ætti þá að gilda bara yfir hinn opinbera vinnumarkað líka. Það þó að sé bara ákvörðun það við séu öll á sama báti, mér finnst það, og myndi skipta máli. En sko það ákvörðun það, vegna sem ég líti á þetta sem ákvörðun að þessi kjarasamningsbundna hækkun sem átt sér stað núna í upphafi hafi verið ákvörðun, sko. Það var ákvörðun að fresta en ekki. Ákvörðun að það verða færri fyrirtæki sem geta haldið áfram ráðningarsamningi við sína starfsmenn í hlutastörfum heldur en ella. Það verða þá fleiri sem að verða algjörlega án atvinnu. Það bara segir sig sjálft. Og að því leyti finnst mér þetta eins vond ákvörðun og óskiljanleg og hægt að hugsa sér. En þetta á ekki bara við almenna vinnumarkað. Við verðum líka að hafa í huga að það eitt að gera kröfu til almenna vinnumarkaðarins. Við erum að gera ákveðna kröfu til þess að þeir takja að sér það að vera leiðandi og marki svona stefnuna í launamálum hér almennt, sko, þegar það svona eitthvað eðlilegt umhverfi, en það sé ekki ríkið og sveitarfélög eða opinberir starfsmenn. Að sama hætti hefði ég haldið, sko, að forystumenn launþegasamtaka forystumenn ASÍ hefðu átt að taka þessa skynsamlegu ákvörðun að fresta þessu, en gerum leið kröfu til þess að allir launþegar á Íslandi gerðu slíkt til saman. Og hvaða áhrif mun þá þessi
klofningur í ASÍ hafa á framhaldi vegna þess að þetta eru þrátt fyrir allt forystumenn sem hafa látið mikið að sig kveða sem þarna eru að segja bara hingað ekki lengra og hvaða áhrif mun það þá hafa á samtalið í framhaldinu? Teljið þið? Ég meina Ég veit nú ekki hvort það sanngjarnt að þinni hálfu að spyrja Ásdís að þessu. Nei, hún þarf að semja við. Það kannski frekar ég er ábyrgðarleysi. Nei, sko, í gamni og alvöru, þá get ég sagt, sko, að maður svo Vilhjálmur Birgisson, sem ég þekki alveg ágætlega og hef ofta rætt við hann og rifist við hann, í mínum huga svona verkalýðsleiðtogi eins og ég ólst upp með. Hann baráttumaður fyrir sína umbjóðendur og gefur ekkert eftir, en hann líka hefur þetta innsæi sem gefur honum skilning á mikilvægi þess að fyrirtæki hagnist, að fyrirtæki standi vel, að fyrirtækjum gangi vel og hafi burði til þess að bjóða sínum starfsmönnum góða starfsaðstöðu, góð laun og svo framvegis. Og þess vegna hann til dæmis mjög harður í horn að taka þegar að kemur að málefnum til dæmis stóriðju fyrirtækja á Íslandi vegna þess að stór hluti af hans starfsmönnum eru auðvitað upp á Grundartanga í stóriðjum þar. Og einhverju leyti held ég að Ragnar Þór sé þannig verkalýðsleiðtogi líka. En ég er ekki viss að það eigi við síðan alla forystumenn í íslenskri verkalýðshreyfingu að þeir átti sig á samhengi hlutana hversu mikilvægt það að það séu til hérna fyrirtæki og fyrirtæki gangu vel að þeim dafni, blómstri, ná að vaxa vegna þess að það sameiginlegur hagur starfsmanna þessara fyrirtækja og eigenda. Þetta skilja þessir menn og kannski þetta ástæðan fyrir því að það orðið þessi klofningur og hvert hann leiðir veit ég ekki. Mér langar samt að pína þig pínum með þessari spurningu að því að þú situr þarna við borðið, þú þarft að tala við þau og þið þurfið að finna einhverju lendingu. Ég meina, hvernig breytir þetta ykkar samtali, ef eitthvað? Ég reyndi að verða að segja að ég sit ekki við borðið. Þetta ég meira bara svona að horfa á heildarmyndina sem að hagfræðingur og á efnahagsviðinu hjá Samtökum atvinnulífsins. En ég meina, þetta auðvitað snúin staða, við vitum ekki hvernig það fer og snúin staða sem komin upp innan ASÍ. Þannig að ég ætla nú ekkert að kafa eitthvað dýpra í það. Ég veit ekki hvernig það mun fara en auðvitað höldum við enn í vonina að þessar launahækkana við getum einhvern veginn komist að samkomulagi þannig að þær muni ekki gangi í gegn. Það svona að heilt yfir að við öll áttum okkur á því hver staðan og hvaða afleiðingar þetta mun hafa. Án við segjum skilið við vinnumarkaðinn að þá eru það auðvitað samningar hjúkrunarfræðingar sem að fengi gríðarlega mikið pláss í fréttum og umræðin og það er auðvitað mjög skiljanlegt vegna þess að þetta er algjör framlínu stétt náttúrulega í hinu eiginlega ástandi sem er búið að tekna sig upp. Bjarni mitt nefndi það á þinginu að það er náttúrulega mjög langt komið í þessum samningum engu síður og svo gerist það þessi vaktaálagsauki sem hafði verið þarna í gildi að hann fellur úr gildi á verstatíma og það kemur út eins og kjaraskerðing fyrir þennan hóp. Ertu bjartsýnn á að þetta verði leyst núna bara á næstu dögum eða einhver lending fundin í þetta mál? Já, alveg örugglega. Hins vegar sko ástæðan fyrir því að það er hluti hjúkrunarfræðinga, líklega stór hluti þeirra á Landspítalanum sem eru að lækka í launum út af því að það var stofnanasamningur sem var í gildi. Það er Landspítalinn sem gerði þann samning við hjúkrunarfræðinga og hann féll úr gildi núna fyrir nokkrum dögum. Og það hefði kannski verið skynsamlegra að reyna að framlengja hann bara einhliða þess vegna ef svo bæri undir. En ég hygg nú að ég meina kjarasamningurinn sjálfur sem er ramminn að þessu
eða minna tilbúin, það eitthvað tekist á einhver smáatriði, eða ég vil ekki segja smáatriði, það aldrei hægt að segja smáatriði. En ég held að þetta leysist núna á næstu dögum. Þó þann. Það bæði vont fyrir ríkisvaldið, en líka fyrir hjúkrunarfræðinga að vera að standa í kjaradeilu á tímum sem þessum. Það jafn ömurlegt fyrir báða aðila. Við erum auðvitað að leggja mikið á hjúkrunarfræðinga og ég hygg að svona stuðning við hjúkrunarfræðinga sé almennur meðal landsmanna og við viljum auðvitað gera vel við þá. En ég hef enga ástæðu til annað en að það verði farsæl niðurstaða hér eftir nokkra daga. Skulum vera bjartsýn með það. Sveitarfélögin hafa kynnt sínar aðgerðir, eitthvað sem þið viljið segja þær? Þetta hefur áhrif og getur oft áhrif fyrir. Já, það náttúrulega jákvætt að var verið að fresta greiðslu fasteignagjalda. Það kannski það sem að ég heyri frá mínum félagsmönnum sem að svona frá sveitarfélögunum að það það sem skiptir máli fyrir fyrirtækin en Hefur viljað sjá meira frá sveitarfélögunum? Já, auðvitað, við hefum alveg viljað sjá meira og til dæmis að lækka fasteignaskattin úr hvað 1,65 í 1,60 auðvitað ekki stórt skref og fasteignaskattar eru mjög háir bæði í sögulegu samhengi og í svona alþjóðlegum samanburði þó að alþjóðlegum samanburði mjög flókin. Við hefum þó reynt að fara í alþjóðlega samanburði okkur sýnist það. Þannig að við hefum alveg viljað sjá einhver slík skref en auðvitað bara mjög jákvætt að það var verið að fresta þarna þessum gjöldum og það það sem að kannski vigtar mjög þungt fyrir félagsmenn okkar. En ég held að stærsti pakkinn þurfa að koma frá ríkinu, það bara þannig og það blasir alveg við. Óli? Ég held að gera sér allir grein fyrir því að ríki verður að sem eru við öll bara að taka þessa byrðar á stærstu leyti. Við höfum líka burði til þess. Sveitarfélögin hafa mörg hver líka burði til þess og auðvitað rétt sem Ásdís segir að fasteignagjöldin hafa verið þungur baggi fyrir mörg fyrirtæki. Þó það verði ekki leyst að þessu sinni að það alveg augljóst að það fyrirkomulag, þessi mekanismi sem í fasteignagjöldum, hvort heldur bara á íbúðarhúsnæði en líka á atvinnuhúsnæði bara eins galinn eins og hægt að hugsa sér. Og það kannski seinni tíma mál þegar við komin í gegnum skaflinn að fara nú að finna einhverja aðra leiðir í að innheimta gjöld fyrir kostnaði sem sveitarfélagi verður fyrir af því að þjónusta fasteignir hvort heldur atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði sem grunnurinn að fasteignagjaldinu. Menn með ekki gleyma því að þetta auðvitað á að vera einhvers konar þjónustugjald út af því. Þannig að við þurfum að finna það út úr því. Ég hins vegar áttaði mig á því í þessari vinnu sem hefur verið undanfarna vikur og sveitarstjórnarmenn hafa bent mér á að það til dæmis ekki lagaleg heimild virðist vera fyrir sveitarstjórnir að taka til dæmis ákvörðun að fella fasteignagjöld niður í 1 mánuð eða 2 og svo framvegis og við þurfum auðvitað að setja þetta inn í lög og það hægt að gera bara eftir páska. Og þá getur nú einhverja sveitarstjórnir, einhver sveitarfélög tekið þessa ákvarðanir og það eru sveitarfélög sem hafa og geta gert það. Þetta búið að vera náttúrulega svo ótrúlegt viðtal og náttúrulega mjög alveg þungu nótunum og eðlilega, þannig bara ástandi. En bara svona svo við reynum að kannski tína eitthvað pínu lítið, þú veist, hvar einhver birta í þessu umfram það að ef maður vera að framleiða spritt, eru einhverju atvinnuvegi sem eru ok. Ég hitti nú málara í vikunni sem að sagði mér nú það að það væri að seljast ágæta málingu, fólk að dytta við heima við og eitthvað svona, en eru einhvers staðar svona eðlileg lífsmörk? Já. Sjáðu bara tækifærin sem að íslenskur landbúnaður horfið fram á. Ég meina, þetta tækifæri fyrir íslenska landbúnað.
ég meina fyrir matvæla framleiðslu á Íslandi þá þetta bara eiga menn að fara að bara bretta upp ermar og nýta tækifærin. Sjáðu hvað Lýs að gera. Ég meina, koma hér með nýja vörur sem eru að vísu búin að vera í mörg ára að þróa en hugsanlega einhver vörn hjálpar okkur að verjast ekki bara þessari veiru, þetta bara almennt veiru. Með Lýsi, ég ætla ekki að fara frekar út í það, ég tek þetta og þetta ekki vont sem kom mér óvart. Og þannig að það eru fullt af svona fyrirtækjum, hugbúnaða fyrirtæki, mörg hver, að blómstra og að nýta sér tækifæri. Við sjáum líka að þetta getur líka haft jákvæð áhrif á svona vinnumarkaðinn og samspil vinnumarkaður og heimilis þegar að við förum að sjá að það er kannski alltaf lægi að vera aðeins með meiri sveigjanleika gagnvart starfsmönnum þegar að kemur að því að sinna heimil og börnum og vinnu og vera kannski hugsanlega vinna aðeins meira heima þegar það hentar og svo framvegis og það sé ekki lítið eitthvað hotnögu eða það sé eitthvað áþjón fyrir fyrirtæki. Þannig að og margar áttu að okkar þingflokki sparkað alveg inn í langt inn í 21. öldina þegar þetta gerðist með fjarfundabúnaði og alls konar tækni sem að maður hefði kannski ekki það þurfti nú að sparka sumum út úr 19. öldinni fyrst sko. Þetta náttúrulega líka við ég meina verslanir. Það líka verið að sparka þeim svolítið í framtíðina. Það verslanir sem voru ekki með netverslanir eru núna þó að nýta tíman og fjárfesta í slíku og koma því á koppinn. Þannig að það náttúrulega jákvæði punktur við þetta. Við erum svolítið kannski búin að stíga stærri skref inn í framtíðina hvað þetta varðar. Já, en þá tölum við framtíðina að því að þetta tímabundið og þetta mun líða hjá, alveg sama hvað. Og þá veltir maður fyrir sér, það er verið að boða markaðsátak og eitt og annað. Hvar haldið þið að landið muni rísa fyrst og ég meina hvar verða núna tækifærin, þá ég tala bara á næstu árum eftir COVID-19? Er það afturferðaþjónustan eða erum við að fara að sjá hvað bara glænýtt? Hvað haldið þið? Bara spákúla? Ég meina, ég hef alla tíð verið samfærður það að einhver mestu tækifæri sem að okkur bjóðast hér á Íslandi matvælaframleiðsla og við erum auðvitað matvælaframleiðslu land og það er alveg sama hvort þú ert að tala sjávarútveg, fiskeldi sem að ég vil auðvitað er pínu á bremsunu þar út af öðrum ástæðum en það eru hins vegar alveg ótrúlega tækifæri þar og svo í landbúnaði og þessar greinar þurfum að fara að vinna betur saman og við þurfum að fara að fjárfesta miklu meir og skilja hversa ótrúlegu möguleika þar en það breytir ekki hinnu að náttúran verður þetta auðlind hér líka í ferðamennsku og ferðamennska verður hér stóra atvinnugrein eins og áður, kannski með pínulítið öðrum hætti og kannski aðeins dýrari. Við sjáum líka, og ég með fréttir af því að hótel eru núna að byrja að fá bókanir fyrir næsta vetur, aðalega frá Asíu, en þetta að byrja, þannig að það eru ákveðin teikn þar. Já, maður hefði líka frá Bandaríkjunum og fólkið mitt sem vil koma hingað fyrst eftir krísu vegna þess að þetta þrátt fyrir allt eyja og það ekki mikið þéttbýli ekki eins og í heimsborgum og svona, þannig að fólk horfir til þess. Við nutum Eyjafjallajökuls hér áður, lokuðum öll flugumferð og svo vissu allir hvað Ísland var og ferðamenn komu, það var bara markaðstri. Það þetta farið að vekja alveg gríðarlega mikla athygli. Í Bandaríkjunum sérstaklega, ég veit ekki, og Bretlandi, ég veit ekki, kannski hef ekki fylgst með fjölmiðlum annars staðar, en sérstaklega í Bandaríkjunum. Hvernig íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa tekist á við COVID-óhugnaðinn. Og Bandaríkjamenn munu auðvitað líta á Ísland sem bara mjög öruggt land og þar að leiðandi það rétt sem hún segir að við getum þá farið að búast við því að Bandaríkjamenn komi enn meira til þegar að þessu öllu lýkur? Ég held að ég var áður fengið svo spurningu hver verður drifkraftur hagvaxtar næst og maður getur aldrei, örugglega gískar aldrei á rétt. Ég held að enginn hafi verið að gíska á ferðaþjónustuna 2009. En ég samt
tel að það eru tækifæri í svona megin útflutningsgreinum okkar, ég meina sjávarútvegurinn er sterkur, fiskaldið er vaxandi grein, ferðaþjónustan, sko ef við horfum á hana, hún auðvitað bara varð skyndilega mjög stór á mjög skömmum tíma og við svona næstum því réðum ekki við vöxtinn. Þannig að við náðum ekki alveg að svona fara í þessa stefnumótunarvinnu, svona við vorum í raun ekki tilbúin að taka móti svona miklu fjölda, þetta voru svolítið bara svona, hvað segir maður, svona að bara passa að, þú veist, þetta myndi Sprengi ekki alltaf inn í í raun. Komast upp með þetta. Já, þannig að ég sé núna tækifæri svolítið því, nú erum við búin að sjá þessa grein vaxa mjög hratt en hún átti eftir að taka út þroska sinn. Og ég líki sér stundu svolítið við sjávarútveginn. Sjávarútvegurinn er auðvitað bara eina okkar elstu útflutningsgreinum, eða ekki? Og hún er þarna þetta er grein sem er búin að fullorðnast og svona gengur mjög vel og er að skila miklum verðmætum sem sagt og hefur náð auka verulega framleiðni í greininni og það er kannski eitthvað sem að ferðaþjónustan þarf núna að horfa til. Læra mistökum og líka því sem vel heppnaðist og auka við þurfum að auka verðmæti en sko, ég held líka að vöxturinn næstu ára verði ekki eins og við sáum hér áður. Það kemur mjög verulega óvart. Þannig að það er kannski bara líka hollt og gott að við fáum svona vöxt auðvitað aftur en kannski ekki 30, 40, 50% vöxtur, að þetta komi svona verði frekar heilbrigðari vöxtur en þó þannig að við ráðum við það auðvitað núna, við erum með kannski meiri innviði til staðar, en nú þurfum við að leggja áherslu á að auka verðmæti og ég tók einhvern tímann saman, sko, ef við horfum á ferðaþjónustuna sem hluta þetta heildarútflutningi í öllum heiminum, að þá erum við þar í 10. sæti. Það er að segja, ég tók bara lönd sem fá yfir 1 milljón ferðamenn til landsins og við erum í 10. sæti þar. Svo skoðaði ég hvað við erum að fá fyrir hvert ferðamann. Þá duttum við niður í 25. sæti. Á meðan Nýja-Sjáland er líka svona frekar, þeir efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustunni er svolítið mikið í Nýja-Sjálandi. Þeir eru þarna í einhver 20. sæti, þeir kemur að sem hluta á heildarútflutningi, en fara upp í 5. sæti, þeir kemur að verðmæti. Þeir hafa gert þetta mjög vel, við getum fara að læra af öðrum þjóðum og það er kannski það sem við, ég sé alveg talsvert tækifæri í því. Þannig að ferðaþjónustan verður áfram mikilvæg atvinnugrein og sennilega bara mitt betri, ég held þetta sé mjög rétt mati, við fórum við til Hringferð núna í ársbyrjunum og þá fekk maður svona gott yfirlit. Sumstaðar er þetta bara sko í heimsklassa, sumstaðar meira verið að gera hlutir á góðum vilja en mætti og svona og sumstaðar svo litið fúsk. Það er svona pínu blanda af þessu öllu og maður finnur að greinin þarf að taka út aukinn þroska og kannski nákvæmlega núna er það nákvæmlega það sem gerist. Ég held það, kannski fáum við svona að ferðaþjónustan muni breytast, þroskast en er auðvitað alveg reiðbúin að taka á móti aftur þeim fjölda sem við sáum en vöxturinn frá þeim, við vorum komið 2 milljónir ferðamanna og þá eftir það væri við kannski að sjá svona normal, það var það sem við vorum að gera ráð fyrir en þetta er auðvitað samt verulega tögg núna en það eru tækifæri þarna að mínum mati. Við erum á bjarsýn. Sem er mjög gott að enda á þeim nótum og einmitt ég var að hugsa það sko að ég keypti íbúð fyrir 12 árum síðan í hverfi sem var í byggingu og það dundu á manni heimsendaspárnar með þetta hverfi, það yrði sem sagt hálfbyggt til ársins 2050 og jafnvel aldrei klárað, ég veit ekki hvað. Nú er þetta löngu byggt og allt í blóma og hlutirnir fóru á mun betri veg en áhorfðist þá og ég hef ekki bara vonað að það verði sama raunin nú. Er engin ástæða til að ætla? Nei, það er einmitt það. Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður Efnahagssviðs SA og Óli Björn Kárason, formaður Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Virkilega gaman að fá ykkur í heimsókn. Takk fyrir. Takk fyrir.